Komið sæl, Birgir Þór heiti ég þegar að horfa á Toyota Motorsport og efni þáttarins í kvöld, 8. og síðasta umferðin í heimsbikarkeppninni í torfæru, DFF Sporttorfærunni, sem framfór í Bolöldum í gær. Um 1000 áhorfendur voru mættir til þess að fylgjast með þessari keppni og allir vissu það að hér var einvígi í gangi á milli Gísla Gunnars Jónssonar og Haraldar Péturssonar á Artitrökk bílnum og Músó-bifreiðinni. Það munaði 5 stigum á þeim. Sigurður Þór Jónsson var í slag við Ragnar Róbertsson um 3. sætið í keppni og það var einnig slagur í götubílaflokki. Ragnar Róbertsson leiddi þar og hafði þannig forskot að Gunnar Gunnarsson varð að sigra og fá einhvern á milli sín og Ragnars Róbertssonar. Þín helsta von er væntanlega Bjarki? Já, bara einhver á milli, það er nú aðalatrið. Ég held að sé ekki, allavega ekki meðan ástandið er svona, þá er lítið hægt að gera. Hann vinnur ekki á móti vindi, sko. Verður þetta erfitt? Já, ég bara veit ekki alveg. Þetta er mjög skemmtilegt held ég. Það er svolítið að lausu efnið þarna. Jó, þetta verður erfitt. Allt er alltaf slagur hérna. Gunnar Ásgeirsson hafði fengið að gjöf nýjan Peltorhjálm frá Dynjanda eftir óhapp í Grindavík. Eftir síðustu keppni að bíllinn er tekin rækilega í gegn. Já, við erum búin að fara yfir allt sem hægt er farið yfir og vonum að það er reyndar smá skemmt í mótornum sem að var ekki hægt að laga á þessum tíma, það verður löguð í vetur en það var að sleppa. Vel undirbúinn undir þennan slag í dag? Fyrir þetta ég er búin að vera veikur alla helgina, þá á alltaf verið leið, sko. Það verður bara maður að geta það bara og halda áfram. Jó, þetta á alltaf verið leið og það verður bara keyrt og þetta er síðasta keppni og tekið á því. Er þetta fyrirfram afsökun að segja að ég er búin að vera veikur? Nei, það þarf ekki að vera afsökun þegar maður tekur fyrsta sæti. Sagði Björn Ingi Jóhannsson. Bjarki Reynisson var fyrstur að stað í fyrstu braut. Fyrstu 2 brautirnar mjög snúnar og aðeins rigndi til að byrja með. Og fyrir bragðið var ekkert ryk og við sjáum hér leiðina sem hann á að fara og síðan á hann að fara niður, ekki að koma hérna yfir hálsinn og taka uppbeygju til vinstri. Hann er komin hér svolítið langt frá því að geta náð þessari uppbeygju. Bjarki fær 150 stig fyrir lengdina, mínus 70 stig í refsingu. Gísli Gunnar Jónsson. Og hann þarf að ná þessari uppbeygju. Hann reynir að gera það á aflinu, framhjólinn snúast hraðar heldur en afturhjólinn í bílnum hjá honum vegna þess að hann er með annað drifthlutfall að framann. Búinn að snúa við. Og þá er það lokametrarnir, nei. Ekki byrjar það nú vel hjá Gísla Gunnar Jónssoni, aðeins 160 stig úr fyrstu þraut. Haraldur Pétursson. Nú erum við að sjá hvernig honum tekst að takast á við þessa uppbeygju. Já, á aflinu. Láta framendan toga bílinn inn í beygjuna. Og hann er aðeins með 20 refsistig hér. Hann er að gera betur heldur en Gísli, nei, hann var nú ekkert að gera mikið betur en þó. 210 stig, það er nú talsvert meira heldur en Gísli Gunnar Jónsson. Sigurður Þór Jónsson og hann lenti í vandræðum fyrir keppnina. Réði ekkert við bensíngjöfina. Talaði það að hann þyrfti að stíga á bensíngjöfina hálftíma áður en hann þurfti á aflinu að halda. 300 stig fyrir lengdina fékk hann þarna og mikla refsingu. Fyrstur til að fara alla leið en Ragnar Róbertsson sest á kviðinn, fær 150 stig, 10 stigum minna en Gísli Gunnar Jónsson. Það var Gunnar Gunnarsson komin yfir sama hólinn. Þetta er slagur í götubílaflokki á milli þeirra og Gunnar 130 stig, ekki var það nú mikið. Það er minna heldur en Ragnar Róbertsson, þá er það Gunnar Ásgeirsson. Og það fer að bera á reik út hægra bústurarið og svo gerir hann nákvæmlega sama eins og Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson. 180 stig. Reikurinn út bústurarið bendir til þess að það sé eitthvað bilað hjá honum. Næstur kom Björn Ingi Jóhannsson. Hann standa sér frábærlega vel í 3. umferðinni í sumar í Stapafelli. Sur á Reykjanesi. Tíma leit út fyrir að næði sigri í þeirri keppni en hann varð að láta undan fyrir rest. Já, 280 stig, hann hefur ástæði til þess að fagna. Rafn Arnar Guðjónsson í götubílaflokki. Eitt þeirra sem að Gunnar Gunnarsson stólar á. Og Rafn Arnar bakkar hér og bakkar og langt og þar með er hans tilraun í þessari braut lokið. Hann er búinn að bakka sjálfan sig hér út úr braut. Rafn Arnar gerði sér nú samt lítið fyrir og fór hér alla leið. Hann fekk ekki skipunum að hætta, hann fær 110 stig. Við sjáum það hér
að hann stoppar þarna við lítinn stein og bakkar og ef við fylgjum steininum sem þarna og sjáum það að hann bakkar of langt og því fekk hann ekki 300 stigin. Björn Ingi í fyrsta sæti með afgerandi forystu eftir eina braut, Gísli Gunnar Jónsson í 5. sæti og Haraldur Pétursson í öðru sæti. Ragnar Róbertsson og Gunnar Gunnarsson leiða í götubílaflokki og þetta er ekki nógu gott fyrir Gunnar Gunnarsson. Hann var 8 stigum eftir Ragnari fyrir þessa keppni. Kristján Jóhannesson fer fyrstur hér í braut nr. 2 og hún var snúin. Þetta var samskonar undirlega eins og í fyrstu braut. Já, vel gert hjá honum. Aðeins 20 refsistig þarna. Svo er þetta svolítið bratt upp úr þessu gili. Þarf að fara rólega en hann er smeykur það að hann sé að velta bílinn þarna og keyrir út úr braut. 200 stig fyrir lengd, mínus 70, 130 stig. Og Gísli og verður að botna hann hérna til að komast yfir hólinn, var hálfpartinn stopp þarna og kemur því ekki réttur í næsta hlikk. Aðeins 80 stig. Haraldur Pétursson og hann bara út úr braut hér. 130 stig þó og vængkast hagur hans gagnvart Gísla Gunnar Jónssoni og Sigurður Þór Jónsson talsverð refsing, búinn að tapa 50 stigum, 90 stigum og síðan öðrum 50. Nú verður hann að fara alla leið til að ná 300 fyrir lengdina en þetta er mikil refsing. Já, sjáðu þetta, aðeins 135 stig, komið 340, þá er það Ragnar Róbertsson. Er í öðru sæti í götubílaflokki eins og er. Ákala lunginn ökumaður en út úr braut hér. 130 stig, engin refsing, komið 280 stig, næstur Gunnar Gunnarsson. Já, komið lengra en Ragnar en 20 refsistig og drepur á. Sjáum að hann fær 140 stig samtals og hann er snöggur að rífa fyrstu síuna af. Það er önnur síja þarna fyrir innan. Eldur logar vegna þess að bensín kemur upp öfuga leiði gegnum Blöndung og Björn Ingi sest á kviðinn hér. Þetta er refsilaust 140 stig, komið 420 stig og hann leiðir en þá er það Rafn Arnar. Kom vel yfir fyrri hólinn og tapar að vísu stigum hérna, 70 stigum sennilega í þessu liði. Hann er í götubílaflokki og sveimur þá ef hann er ekki að fara hér alla leið. Jújú, 195 stig. Ferm þar með upp fyrir Gunnar Gunnarsson og Ragnar Róbertsson. Og Bjarki Bakkar tapar 40 stigum og áfram fer hann. Einhver ógangur í vélinni hjá honum. Bjarki Reynisson hóf að keppa í torfæru á þessu ári, fær 210 stig. Gunnar Ásgeirsson. Já, tapar hún samt sennilega 50 stigum hér. Og það bætir í reykinn og hljóðin í vélinni verða ókennilegri eftir því sem hann líður á. Og það kom í ljós að það voru 2 stimplar brotnir og ekki viðlit fyrir Gunnar að halda áfram keppni. Aðeins 90 stig hér. Björn Ingi leiðirinn er með 420 stig, Haraldur Pétursson 340, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti, sjáðu Gísla Gunnar Jónsson í 9. sæti. Haraldur með heimsbikarinn í annari hendi, ef ekki bara báðar hendur á bikarnum. Rafn Arnar hefur tekið forystu í götubílaflokki og þá er það 3. þraut. Byrjar tiltölulega létt en síðan kemur snúinn kafli hérna í endan þar sem að menn þurfa að taka heldur krappa vinstri beygju og það er ekki allir bílarnir jafn liprir í beygjum. Og Haraldur, hann er kominn á langt hérna til hægri og hann tapar hér 50 stigum og fær ekki um 170 stig fyrir brautina, 510. Þá var það Sigurður Þór Jónsson. Nær beyjunni betur en Haraldur, tapar aðeins 20 stigum þarna. Jájá, 220 fyrir lengt, fær 200 stig. Ragnar Róbertsson. Ákala lunginn ökumaður og bíllinn hans leggur betur á en flestir aðrir. Vel gert en svo sest hann á kviðinn, fær hans 170 stig, 450 alls. Gengur ekki alveg nógu vel hjá Gunnari og Ragnari og Gunnar tekur á sig 50 stig þarna í þessu liði. 170 stig, 440 alls. Björn Ingi leiddi eftir 2 brautir. Það var með 80 stig að forskot á Harald Pétursson. Og hann nær beyjunni vel. Jájá, hittir beint í gegnum hliðið. Hann er að auka forskot sitt hér. 2
240 stig, 660 alls. Frábær árangur hjá Birni Inga í fyrstu 3 brautunum. Þá er það Rafn Arnar. Óheppinn að þurfa að bakka í fyrstu braut og verða það á að bakka of langt. Kostaði hann allmörg stig. Hann fær 180 stig hér, komið 485. Þá getur Bjarki komist fram fyrir hann og upp í fyrsta sæti í göttubílaflokki. 190 stig, það vantaði 5 stig. 480 stig, hann er í öðru sæti í göttubílaflokki, 5 stigum á eftir Rafni. Kristján Jóhannesson. Já, svona á að gera þetta. 255 stig með 495 stig af 900 mögulegum. Erfiðar brautir með Gísli Gunnar Jónsson sem fyrr notar nafli til þess að stýra bílnum inn en aðeins 230 stig. Gísli hækkar sig þó upp í 7. sæti, Kristján Jóhannesson í 4. sæti, Björn Ingi Jóhannsson sem fyrir í 1. sæti og Sigurður Þór komið fyrir Harald Pétursson. Rafn Arnar og Bjarki í fórustu í göttubílaflokki, það munar aðeins 5 stigum að og Ragnar Róbertsson hér vinstra megin og Gunnar Gunnarsson gera sér lítið fyrir og fara og skoða saman 4. braut og það er Ragnar Róbertsson sem fer fyrstur. Það þolir það ekkert að vera í 3. eða 4. sæti. 40 stig. Nei. Og Gunnar og hann er komið lengra og þá skilja nú leiðir á milli þeirra tveggja. Þetta var ægilegt fyrir Ragnar Róbertsson. Hvað gerir Gunnar hér? Hann er við 200 stiga hliðið, þetta eru 170 stig, 190 fyrir lengdina mínus 20 stig, þá er það Björn Ingi. Þetta er 4. braut, hún er svolítið glæfraleg, trúlega fær en menn kannski ekki alveg tilbúin til þess að setja bílana í hana og fórna þeim þegar að 4 brautur eru eftir, hann fær 170 stig, þá er það Rafn Arnar. Já, 170 stig, þetta er upp á brúnni. Og Bjarki, nei, hann sest á sama pólinn og Ragnar Róbertsson. 40 stig fyrir lengd, 40 mínus fyrir að bakka og nú verður hann að gjöra svo að fara talsvert langt. Nei, og lendir hér út braut, niðurstaða 0. Hann var í öðru sæti aðeins 5 stigum eftir Rafni Arnari Guðjónsssyni fyrir þessa braut en fljótt skipast veður í lofti og þá er það Kristján Jóhannesson. Og ekki frekar en aðrir, hann leggur ekki í þessa þraut, 180 stig. Refsilaus og Gísli Gunnar Jónsson refsilaus en þá. Voru að sjá hvort að hann treystir ekki bílnum í þetta. Ætlar að halda bílnum heilum og missir loft úr aftari hjólbarðanum vinstra megin. Þá er það Haraldur Pétursson. Nú getur Haraldur Pétursson hreinlega stungið Gísla af. Hvaða 190 stig, 700 alls og Sigurður Þór. Það er annarkvort botgjöf eða engin gjöf og það er bara botgjöf. Já, og hann sýnir það með þessu að þetta hefði nú kannski verið fært ef hann hefði haft aflið áfram en sökum þess að einhvers konar rafmagnsbilun var í gangi og hann gat ekki ráðið í hvort það var fullt afl eða ekki afl almennilega. Þá fór hann þessa leiðina niður, heldur þó öðru sætinu. Björn Ingi Jóhannsson leiðir sem fyrr, Gísli Gunnar Jónsson komin upp í 5. sæti. Rafn Arnar leiðir henni í göttubílaflokki, Gunnar í öðru sæti, stutt undan og Ragnar Róbertsson niður í 3. sæti. Þetta er fín staða fyrir Gunnar Gunnarsson. 5. braut, Björn Ingi fer fyrstur og byrjar á því að ná sér í 50 refsistig hér. Það er alls ekki nógu ofalega, 20 stig í viðbót farinn, búinn að tapa 70 stigum. Og hér liggur leiðin upp og síðan er hægri vinkilbeygja. Þetta er 200 stiga liðið og hann snertir þar, minnst 20 stig viðbót. Og hittir svo ekki á endanliðið, aðeins 140 stig. Vækkast Hagur, Haraldar og Sigurðar Þór sem eru skammt undan. Rafn Arnar var í fórustu í göttubílaflokki en lendir illa hér í þessu lausa. Var ekki nóg ofalega. Hann tapast 40 stig við að bakka, þar að segja þegar hann byrjar að keyra áfram aftur þá er ljóst að hann er ekki hættur og er að halda áfram í brautinni. Já, 40 stig mínus, það liggur ljóst fyrir. Þá er það vinstri beygjan og upp á hólinn. Nei, og ekkert afl. 20 stig og þá fer nú Gunnar Gunnarsson örugglega upp fyrir hann.
þá var það Bjarki. Eins og Rafnarnar lenti hann í talsverðum hremmingum fyrst í brautinni og svo hér undir lokin þá gerir hann tilraun til þess að fara hér upp. Sjáu þetta, aðeins 10 stig. Gísli Gunnar Jónsson, mínus 20 stig. Þarna hafa aðri keppendur verið að tapa 50 stigum. Og hangir ofalega vel gert. Hann er aðeins búinn að tapa 20 stigum. Var í 5. sæti fyrir þessa braut. Já, og 200 stig í húsi. 230 stig í húsi. Og hann hættir í þarna. 180 stig, þá er Haraldur Pétursson refsilaus. Kemur ofalega hér, vel gert hjá honum, en afturhjólið fer niður fyrir rauðadekkið. Tapar 50 stigum, segja dómararnir. Við kíkjum betur á það á eftir, vegna þess að Haraldur var ekki sáttur við það að fá á sig 50 stiga refsingu þarna. Vildi meina hann hefði aðeins átt að fá 20 stig. Kemur hér upp á hólinn, komin í 230 stiginn. Og svo er að vega og meta, Bakka tapar 40 stigum og ná 70 stigum í viðbót með því að fara alla leið. Og þá gefur sig lítill rafmagnsrofi og hann fer ekkert lengra, tapar 110 stigum og hér er umrætt dekk. Haraldur Pétursson laði fram kæru á þetta atriði. Við viljum meina það að afturhjólið hafi verið í þeirri stöðu að hafa farið yfir rauðadekki sem er hér hægra megin í myndinni. Laði fram kæru en raunverulega er það nú þannig að þetta er eins og rangstöðu í fótbolta. Dómararnir eru þarna til þess að dæma svona atvik. Og það kemur skýrt fram í lögum FIA og LIA að ekki má taka við kærum á svona atvik. Frekar en hægt er að taka við kærum á rangstöðu eða rangstöðumark í knattspyrnum. Og dómur er fallinn í þessu máli. Haraldur fékk ekki leiðréttingu sinna mála en hefur þó tækifæri til þess að áfrýja til æðra dómstigs innan Landssambandsins. Til þess hefur hann 48 klukkustundir. Ragnar Róbertsson fór á 300 stigum þarna í gegn og er að standa sig mun betur heldur en í brautin á undan þar sem hann náði aðeins 40 stigum. Gunnar ætlaði sér upp fyrir Rafnarnar og ekkert múður með það. En þarf að bakka hér. Tapar 40 stig. Já, þá bakkar hann. Má bakka bíllengt. Dýrt að bakka og langt eins og við sáum í fyrstu braut. Rafnarnar þurfti að hætta í brautinni eða fékk ekki nema 160 stig fyrir lengdinni í stað fyrir 300. Og Gunnar Gunnarsson kom með 750 stig. Daniel Ingimundsson á Stereo Thunder, fyrrum Green Thunder en orðin Stereo Thunder í dag. Lenti í basli til að byrja með í keppni og misti af brautum. Hann er í götubílaflokki og upp á feran. Já, alla leið 300 stig fyrir lengdina en talsverð refsing. Og skilar svo hér grjóti sem hann týndi upp á leiðinni, 95 stig í refsingu. Björn Ingi hættur fórustun og sjáðu Gísli Gunnar Jónsson kominn úr 9. sæti upp í 2. sætið upp fyrir Harald Pétursson. Sigurður Þór 20 stigum á eftir Haraldi. Gunnar Gunnarsson hefur tekið fórustu í götubílaflokki og Rafnarnar niður fyrir Ragnar Róberts. Ragnar Róberts verður meistari með þessu áframhaldi og Gísli verður meistari yfir heildina með þessu áframhaldi. 7. braut, löng braut og hér er Gísli það bil 60-70 stigin og gerir hér mistök og skemmir bílinn að framann. Ekki fær hann mörg stig við þessari braut. Þetta er mjög laust og enn og aftur fær Haraldur tækifæri til þess að stinga af. En hefur ekki hraðan til þess að fara lengra en þetta og færa hans 90 stig. Ef hann hefði nú farið þannig upp á brúnna þá hefði hann stungið í slaf. Þá er það Björn Ingi. Og aflið er mikið en gripið er ekki mikið. Þetta er snarbratt, næstum því 90 gráður og hann fær hér 90 stig. Og Haraldur Pétursson fer þar með upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson. Gunnar Gunnarsson leiðir enn í götubílaflokki. Rafnarnar er 60 stigum á eftir Ragnari Róbertsinni. Gunnar Gunnarsson verður að stóla á það að Rafnarnar blandi sér í þessa baráttu við Ragnar Róbertsson. Næst var það næst síðasta brautinn, 7. braut og það var tímabraut sem að fór þannig fram að hér var 2 aðskildar brautir að ræða. Það var ræst samhliða. Tími tekinn hjá Gísla og Kristjáni Jóhannesinni í sitthvori brautinni hér
og síðan þegar allir keppendur voru búin að fara eina ferð þá var ræst aftur og þá skiptum mönnum braut. Samanlega tími réði úrslitum. Gísli Gunnar Jónsson náði 1 mínútu 0:1:14 og Kristján Jóhannsson 1:03:91 og þá er það Haraldur Pétursson og Sigurður Þór Jónsson. Þetta er nýlunda og gafst bara nokkuð vel. Áhorfendur höfðu gaman af þessu og keppendur virtust hafa gaman af þessu að geta hort út undan sér á andstæðinginn. Og hér er hann nú Sigurður sem dregur Harald upp og Haraldur nær betri tíma 58:81 heldur en það er sér betri tíma en Gísli Gunnar Jónsson. Það eru þeir sem að berjast titilinn og Haraldur fær því 300 stigin fyrir þessa braut. Hér eru það svo erkifjendurnir í götubílaflokki, Ragnar Róbertsson og Gunnar Gunnarsson. Og það að Sigurður Þór Jónsson skildi vera fyrir framan Harald áðan dró Harald kannski eins og gert þegar að gulrót er hengt fyrir framan vissa tegundar dýrum, þá elta þau gulrótina og þess vegna náði Haraldur kannski betri tíma. Og Ragnar Róbertsson náði 3. besta tíma í þessari braut og jók þar með enn forystu sínuna, dró á Gunnar Gunnarsson ætlaði nú að segja í götubílaflokki. Og þá er það Björn Ingi og horfum verða á hér mistök sem að má rekja til þess áður en hann fór að stað í brautina. Það var ekki nægilega mikið nítró á kútnum til þess að duga brautin á enda og hann fór ekki tímabrautin á enda, hlaut 97,5% af lakasta árangri þess sem að lauk við tímabrautina og skyndilega var komin upp bráðspennandi staða fyrir síðustu brautina í staðis að vera með afgerandi forystu í þessari keppni. Og sjáu þið þetta, búinn að missa stýrið úr sambandi og hann keyrði reyndar upp brekkuna stýrislaus. Hérna sjáum við þetta, Haraldur Pétursson fekk 290 stig fyrir þessa braut, Gísli Gunnar Jónsson 250, Björn Ingi heldur samt sem áður fórstunni. 35,25 stig hefur hann á Harald Pétursson og Haraldur Pétursson hefur 50 stig á Gísla. Gísli Gunnar Jónsson virðir fyrir sér síðustu brautina. Og nú er þetta allt saman í höndum þessara 3 manna. Til þess að fara brautina fyrstur er ágætt fyrir þá 3 að sjá Kristján Jóhannesson. Það er að segja að það er gott fyrir Harald, Gísla og Björn Inga að sjá Kristján Jóhannesson fara brautina og gefa kannski smá vísbendingu um það hvort að þetta er fært eða ekki. Þetta er spurning um afl og grip og ákveðni. Greinilegt að Kristján vantar aflið, hann vantar ekki ákveðinina en það dró heldur niður í mótornum undir lokin þarna, 160 stig. Gísli Gunnar Jónsson, refsilaus og þá er það brattasti hlutin sem er eftir. Hann verður að fara alla leið. Honum dugar að vísu 3. sæti ef að Haraldur lendir í öðru en Gísli virðist ekki vera neitt sérstaklega ákveðinn þegar hann kemur í þennan bakka. Aðeins 240 stig. Haraldur Pétursson, hann verður að fara alla leið til þess að gera Byrni Inga erfitt fyrir að ná sigri hér. Það er ekki nóg fyrir Harald að lenda í öðru sæti ef að Gísli er í 3. Þá verður Gísli Gunnar Jónsson heimsbikarmeistari og Haraldur. Það er eitthvað fúsk og fret í bílnum hjá honum og síðan brotnar hjá honum millakassa þegar hann kemur upp á brúnina og hann fær aðeins 230 stig. Kemur Sigurður Þór Jónsson eins og við meir. Það er annarkvort bokkgjöf eða engin gjöf. Svona á að gera þetta. 300 stig fyrir lengt, 25 í refsingum og þá er það Ragnar Róbertsson. Þetta er nóg til þess að tryggja honum heimsbikartitilinn í torfæru, bæði Íslandsmeistari og heimsbikarmeistari. Hann fær hér 230 stig fyrir þessa tilraun sína og Gunnar Gunnarsson átti ekkert svar, var með hálfbilaðan bíl allan daginn og líkur keppnin með 1205 stigum, 20 stigum minna heldur Ragnar Róbertsson. Þá er það höfuðpaurinn í dag, Björn Ingi Jóhannsson. Hann þarf 200 stig og hann snertir brautarmerkingu hér, tapar 20 stigum. Hann þarf 200 stig til þess að komast upp fyrir Harald Pétursson og ná þar með sínum fyrsta sigri í torfærukeppni og ekki á móti neinum aukvissum. Móti Haraldi Péturssoni og Gísla Gunnar Jónssoni og hann leggur allt í sölurnar og reyndi nánast að setja afturendan upp á í þessari veltu. Hann fær 230 fyrir lengt, mínus 20, 210 stig og það er nóg til þess að ná fyrsta sætinu.
frábær dagur hjá Birni Inga. Hann þurfti sko enga afsökun fyrir þessa keppni að hafa verið veikur í nokkra daga. En það var mikil pressa á Haraldi og Gísla og það kann að hafa skipt sköpum í slagnum á milli þeirra. Og Daniel, nú ekki vera minni maður en sá sem að sigraði hér. Þannig að hann velur sömuleið niður. 220 stig. Það gekk illa hjá honum í upphafi. Og hluti fjörunarkerfisins yfirgefur bifreiðina og svo klæðir hann úr að aftan svona pínlítið. Bjart Reynisson 0 fyrir fjórðu braut, 10 stig fyrir fimmtu braut. Hann var í öðru sæti lengi vel í baráttu fyrsta sæti í götubílaflokki en það endaði svona. 220 stig fyrir þessa braut og 920 alls. Og þá það Ólafur Einarsson og þetta að hætti húsins. Að vísu þá heldur lítil vel í þessu húsi og hann hefur ekki afli til þess að fara hér allegið. En þetta loka niðurstaðan. Björn Ingi Jóhannsson sigrar, hefur 15,25 stigum meira heldur en Haraldur Pétursson. Gísli Gunnar Jónsson í þriðja sæti og það nóg fyrir hann til þess að hreppa titilinn. Ragnar Róbertsson sigrar í götubílaflokki, Gunnar Gunnarsson var þar í öðru sæti. Og Ragnar Róbertsson meistari, bikarmeistari. Björn Ingi. Já, maður stefnir alltaf að þessu náttúrulega og það gekk upp núna. Mér gekk mjög vel að keyra og náði upp annað forskoti sem að ég held alveg allan tíma, þangað til að ég klúraði hann í tímaþrautin og kláraðist nýtrókútur sem átti ekki að geta gerst. Það var nýr, en þetta hafðist á endanum, þannig að við erum maður rosalega ánægðir. Já, hann hefur fulla ástæðu til þess að vera ánægður. Gísli Gunnar Jónsson fékk 133 stig í heimsbikarkeppninni. Haraldur Pétursson 132,5. Minna gat það ekki verið. Ragnar Róbertsson sigrar í götubílaflokki 155 stig á móti 139,5 stigum Gunnarssonar. Þetta var 27. þátturinn af Toyota Motorsporti í sumar. Einn þáttur eftir, hann verður á gamlástag þar sem við sýnum ykkur brot af því besta og hugsanlega einhverjar skemmtilega myndir sem hafa ekki birst áður. Takka fyrir samfylgdina í sumar, sjáumst aftur að vori, þá með ýmislegt nýtt og skemmtilegt motorsport. Bless, bless.